Róm var ekki reist á einum degi en stórveldi íslensku bankana reis yfir sjóndeildarhringinn áður en Mörlandinn gat svo mikið sem snúi sér í bólinu. Í hringrás aldanna sagt að það skiptist á 7 feit ár og 7 mögur. 7 ár eru frá einkavæðingu bankana. Við fengum 7 ára greiðslufrest á ISAFE. Stjórnvöld einkavæddu Landsbankann og Búnaðarbankann árið 2002. 2 menn réðu þá mestu á landinu bláa, Davíð Oddsson og Halldór Ásgrímsson, formenn stjórnmálaflokkanna. Hinir sem sátu í ráðherranefndum einkavæðingu bankana voru Geir Haarde, Valgerður Sverrisdóttir og Finnur Ingólfsson, viðskiptaráðherrann sem lagði fram frumvarpið sölu ríkisbankana. Skondið, hann var svo einn af lykilmönnum S-hópsins sem fékk að kaupa Búnaðarbankann. Hann laumaðist í fjárhúsin og lék á bóndans fé. 30 var pilturinn þegar hann fékk 300 milljónir króna fyrir að taka við starfi forstjóra Glitnis af Bjarna Ármannssyni í apríl 2007. Þá hafði nýr meirihluti náð völdum í bankanum undir forystu Jóns Ásgeirs Jóhannessonar og Hannesar Smárássonar. Lárus stýrði bankanum í þrot og fékk að launum 9,5 milljón króna á mánuði til að byrja með, síðan 5 milljónir mánaðarlega eftir því sem fréttir hendu. En árið 2008, þegar 90 manns voru reknir frá Glitni, voru laun Lárusar skorin niður við trog og hröpuðu niður í 2,5 milljón króna á mánuði. Lárus hafði glögga sín á framtíðina í Silfri Egils í september 2008, taldi engar líkur á að íslenskir bankar yrðu þjóðnýttir og því síður að Glitnir riðaði til falls. Bankinn féll viku síðar. Hann skreið ofan gili og skaust í fjósið inn. Sá var ekki hár í loftinu en reikningurinn hefur verið feitur enda varð kaupfélagsstjóra sonurinn Ólafur 50 á því herransári 2007. Ólafur eyddi þó ekki bara í glysið, hann og eiginkonan stofnuðu líka menntasjóð fyrir fátæk börn Afríku og lögðu í hann 1000 milljónir króna. Ólafur varð forstjóri Samskipa árið 1990, fór fyrir S-hópnum sem keypti Búnaðarbankann árið 2002 og síðan fyrir Kjalari sem átti næstmest í Kaupþingi. Ólafur lét reisa einhverja glæsilegustu sumarhöll landsins á Snæfellsnesi og ferðaðist gjarnan svæðið í þyrlu við lítinn fögnuð nágranna. Sumarhöllin var rannsökuð í maí, líka heimili Ólafs og 2 fyrirtæki. Hann grunaður að vera lykilmaður í þeirri meintu viðskiptafléttu þegar Sheikhin Al-Thani keypti fyrir rúma 25 milljarða í Kaupþingi korteri fyrir hrun. Grunuleikur á að kaupin hafi verið sett á svið til að halda uppi bólnum verðmiða bankans. Sýndarviðskipti geta komið mönnum í alltaf 6 ára fangelsi. Ólafur kveðst saklaus. Hann krækti sér í pönnu þegar kostur var á. Hann hljóp með hana í burtu og hirti agnirnar sem brunnu stundum fastar við barminn hér og þar. Félag viðskipta og hagfræðinga sæmdi Karl Wernersson, stjórnarformann Milestone, þessu virðingarheiti í fyrra. Aðstofamaður viðskiptaráðherra afhenti verðlaunin og sagði að Karl hefði náð frábærum árangri með fyrirtæki sín enda væru þau 380 milljarða króna virði. Að vísu tapaði Sjóvá 30 milljörðum króna í fyrra. Í dag fjárfestingafélag Wernesbræðra, Milestone, gjaldþrota, Sjóvá komið í fangið á ríkinu og sænska fjármálaeftirlitið hefur svipt á eigum sínum í Svíþjóð. Í dag eru Karl og Steingrímur bróðir hans grunaðir stórfellt fjármálamisferli og misnotkun á bótasjóði Sjóvár. Wernesbræður náðu að eiga Sjóvá í 3 ár og á þeim tíma hrönnuðust upp skuldir, við gjaldþrot voru upp undir 80 milljarðar afskrifaðir en fyrsta árið greiddu bræðurnir sér arð úr Sjóvá upp á rúma 7 milljarða króna. Þá þaut hann eins og elding og þvöruna greip og hélt með báðum höndum því hún var stundum sleip. Orðið sem fyrir þér að þú sért eldklár en algjör glanni. Er það rétt? Nei, alls ekki. Hvort? Já, eldklár, sjálfsögur myndi ég taka undir það, en... Fáum vikum síðar hneigðin bjarta sól Hannesar í útrásinni til Viðar eftir 2 ár við stjórn FL Group. Seinna árið sló félagið Íslandsmet í tapi 67 milljarða. Hannes fékk samt 90 milljónir fyrir að hætti vinnunni.
Í dag Hannes grunaður skattalagabrot og efnahagsbrotadeild rannsakar hvort Hannes og Pálmi Fons hafi grætt milljarða á kostnað hluthafa í FL Group á Sterling hringekjunni. Sjálfur skuldar Hannes hátt í 45 milljarða króna og eiga lítið sem ekkert upp í þær. Skuldir einstaklingsins Hannesar eru því fjórföld sú upphæð sem ríkið skar niður á þessu ári. Það komið að Kjartani Gunnarssyni sem var í innsta valdakjarna Íslands frá því hann komst til manns og fram að bankahruni. Lögfræðingur, herfræðingur frá Noregi og framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins í 26 ár tyllti meiri síða sinni tá á leiklistabrautina í hlutverki Brynjólfs biskups í Myrkrahöfðingjanum. Kjartan sat í bankaráði Landsbankans þegar bankinn veitti Sjálfstæðisflokknum 25 milljóna króna styrk en heldur var loðið hvort Kjartani framkvæmdastjóra hefði verið kunnugt styrkina. Þannig að þú vissir ekki af þessum styrkjum fyrir en að fréttastofan greindi frá þessu núna í vikunni? Ég held ekki, nei. Landsbankinn fattaði upp á Icesave en bankaráðsmaðurinn Kjartan hefur sakað stjórnvöldum að binda þjóðinni drápsklyfjar með Icesave samningunum en svo geti farið að ríkið myndi í skaðabótamáli seilast ofan í vasa Kjartan sjálfs og annara stjórnenda bankans til að létta á þessum drápsklyfjum. Þá voru starfsmenn Hrognavinnslu Bakkabræðra 3. Í dag á Bakkavör 57 verksmiðjur með 20.000 starfsmönnum í 10 löndum. Útrásin gekk ljómandi framan af en í fyrra týndu milljarðarnir tölunni, Bakkavör tapaði 27 milljörðum, Exista, sem bræðurnir áttu helmingi, 200 milljörðum. Sama ár fékk forstjórinn Ágúst samt tæpa halva milljón í laun og bónusa á dag. Áður hafði hluta af Bakkavör verið komið undir Existu þegar hún tók að halla ískikilega, hófust björgunaraðgerðir, bræðurnir tóku 8 milljarða kúlulán hjá Existu, það er sjálfum sér, til að kaupa aftur Bakkavöruna sína. Nýja kaupþing kærði þennan gjörning til bankahruns saksóknara. Ef sekt þeirra verður sönnuð getur það þýtt alltaf 6 ár í steininum. Hvort hurðin skellur og eftir Bakkabræðrum eður ei því enn á huldu. Ég á fyrir dag í kók, það nú. Jón Ásgeir hafði þó í samanburði við landa sína heldur tilþrifa meiri hugmyndur tilveruna fyrir nokkrum misserum þegar hann hélt á stað út í heim og braut undir sig verslanaveldi í Bretlandi, Kaupmannahöfn og víðar. Veldið hrundi með gjaldþroti Baugs í vor og 20 milljarða skuldir félagsins lenda líklega á þeim sem höfðu lána Baugi. Ég get fullyrt að Baugur stendur ekki höllum fæti. En nú einkaþotan farin, snekkjan líka og lúxusíbúðin í nýju Jórvík á sölu. En Jón Ásgeir nægjusamur, sem jú fyrir öllu á nýja Íslandi, eins og hann sagði í Sunday Times á árinu, það ágætt að eiga þessa hluti en það pottþétt hægt að lifa án þeirra. Jón Ásgeir, hvernig endar þetta? Vel. Sem þýðir? Það bara enda vel. En ég ekki vissum að þeir sem eru hér í salnum geti endilega að tala fyrir þjóðina. Þeir séu endilega þess umkomnir að tala fyrir þjóðina. Við erum þjóðin! Við erum þjóðin! Þjóðin var orðin æf, fyllti Austurvöll, kveikti í Oslo og trén og velti ríkisstjórninni. Og þjóðin á Austurvelli var býsna sammála hverjir hefðu sofnað á verðinum. Af því hún hefur svikið þessa þjóð og logið að henni. Klíkurnar burt úr fjármálaeftirlitinu! Verður fyrir einasti ráðherra, fjármálaeftirlitið og seðlabankastjórn að sýna af sér manndóm og víkja. Klíkurnar burt! Þeir sem stýrðu ríkisstjórn og höfðu fjármála og viðskiptalíf landsins á sinni könnu þegar efnahagur Íslands stemdi hraðberi í kalda kol voru Geir Haarde, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, Árni Matthísen, Björgvin G. Sigurðsson, Jónas F.R. Jónsson, forstjóri fjármálaeftirlitsins og stjórn Seðlabanka Íslands. Sigurður Einarsson og Hreiðar Már Sigurðsson stýrðu kaupþingi þegar bankinn fór í þrot 9. október í fyrra. Viku áður sagði Sigurður. Staða kaupþings góð, já. 4 dögum áður sagði Hreiðar. Eru þið hér til bjargar eða eru þið hér til að láta bjarga ykkur? Það er ekki verið að tala um að bjarga kaupþingi á þessum fundum. Á 5 árum þáðu þeir félagar 1100 milljónir króna í laun og fríðindi og nokkrum sólarhringum fyrir fall bankans losuðu þeir sig við persónlega ábyrgð á 15 milljarða lánum sem þeir tóku til að kaupa í bankanum. Sigurður býr nú í London, Hreiðar stofnaði ráðgjafaþjónustu fyrir skuldug fyrirtæki í Kringlunni, svo aðra í Lux.
Báðir eru grunaðir að tekið þátt í 2 milljarða króna sýndarviðskiptum til að blekkja fjárfesta sem geta kosta menn alltaf 6 ára fangelsi. Landsmenn margir neituðu sér sólarlandaferðir þetta árið. Hreiðar, sem ber ábyrgð á næst stærsta bankagjaldþroti sögunar, skellti sér á Suðurpólinn 3 mánuðum eftir bankahrun. Kostnaður við ferðina talinn slagu upp í árslaun meðaljónsins. Tær snilld, sagði annar þeirra Sigurjón Árnason fyrirbæri sem skekið hefur landan í heilt ár. Hinn, Halldór J. Kristjánsson, sagði þetta. Já, einn vinsælasti innlánsreikningur fyrir almenning hér í Bretlandi í dag Icesave reikningurinn. Þar að nálgast 200 milljarðar króna í innlán. Ummælin hafa valla hringt viðvörunarbjöllum hjá skattborgurum þessa lands, né öðrum. 20 manna dómnefnd markaðarins taldi velgengni Icesave meðal þess sem stóð upp úr viðskiptalífinu það árið. Eigi þarf að fjölyrða frekar hana Ísbjörgu eins og gárungarnir hafa nefnt Icesave. Bakreikningurinn á íslenskar fjölskyldur talinn verða upp undir 300 milljarðar króna. Sigurjón var spurður 2007 hvort þjónustugjöld á Íslandi myndu lækka fyrst afkoman væri svona fín. Hann áminnti þá áhorfendur lögmál bankaheimsins. Það mikilvægt að gera sér grein fyrir því þegar maður horfa á banka og þessi fjármálafyrirtæki íslensku að það má ekki blanda saman erlendur útráðsbankana og það sem að gera þar og þeirri starfsemi sem í Íslandi. Því að almenna reglan í bankastarfsemi svo að það ekki ætlast til þess að ein starfsemi niðurgreiði aðra. Regla sem gildir líklega einkum þegar businessin blómstrar, því kýrskýrt að Íslendingar að fara að niðurgreiða tapið. Maðurinn sá á tilkomi meiri starfsferil en nokkur núlifandi Íslendingur. Hann heiti Davíð Oddsson og á ferilskráni embætti inspektor skóli, borgarstjóra, formann Sjálfstæðisflokksins, forsætisráðherra, utanríkisráðherra, seðlabankastjóra og ritstjóra Morgunblaðsins. Verklausa minnihlutastjórnin hengdi þrjótinn Davíð, eins og hann orðaði það sjálfur í ræðu á landsfundi eftir bankahrun. Ég að segja það að við vöruðum við þessu allan tíman. Sagði Davíð eftir hrun. Fyrir hrun sagði hann þetta við breska sjónvarpsstöð. If something would happen, you would never been talking about the whole amount of money because it is never like that. But even so, the Icelandic economy, the state being debtless, this would not be too much for the state to swallow. 3 vikum eftir hrun treystu 90% þjóðarinnar Davíð ekki fyrir stóli seðlabankastjóra. Rúmu ár eftir hrun treystir íslenska þjóðin engum betur en Davíð til að leiða Íslendinga út úr efnahagskreppunni, samkvæmt könnun Viðskiptablaðsins. Sá eldri var framkvæmdastjóri dósaverksmiðjunnar síðan Hafskip, svo var dæmdur í 12 mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir bókhaldssvik og fleira þegar Hafskip sökk í gjaldþrot. Feðgarnir fóru síðan við 3. mann með norðlenska gosdrykkjaverksmiðju til Rússlands, hófu bjórframleiðslu við svo rífandi ganga Heineken bjórrisinn keypti hana 4 árum síðar. 2002 keyptu þeir tæpan helming í Landsbankanum og borguðu fyrir 11,2 milljarða króna. 3,4 af því fengu þeir að láni hjá Kaupþingi. Talið að aldrei minna en 300 milljarðar muni falla á íslenska þjóð vegna Icesave. Óuppreiknað fékk ríkið því í hausinn nær 27 sinnum það sem feðgarnir borguðu fyrir Landsbankahlutin. Upplýsingar Kaupþingslán feðganna lágu út í sumar, sömuleiðis að þeir hefðu ekki greitt niður, þótt áætlað sé að þeir hafi fengið 4,5 milljarða í hreinar arðgreiðslur frá Landsbankanum. Í sumar lag líka út að feðgarnir hefðu boðist til að borga helming af skuldinni, sem þá var komin í 6 milljarða, fengju þeir hina 3 milljarðana afskrifaða hjá banka sem þá var í eigu þjóðarinnar, þar sem hver kjarnafjölskylda skuldar minnst tæpar 4 milljónir króna vegna Icesave. Tilboð feðga lagðist ekki vel í landan. Ef rétt reynist að Kaupþing eða skilanefnd Kaupþing sé að semja slíkt að það gæti hæglega leitt til borgarastyrjaldar hér í þessu landi.